Let's go. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Umfjöllunarefni í þessum þætti er boltinn á Norðurlandi, já, hlaðvarpið, og hingað til mín er ég komið með stjórnendur hlaðvarpsins. Sæbjörn og Atsi, velkomnir. Takk fyrir það. Takk. Við byrjum bara á þess að fara yfir, hvenær byrjar þetta allt saman? Aðdragandinn og svo hvenær byrjaði að taka upp? Ég skal byrja þessu. Við heyrðumst í, lok maí, vorum að ræða að vanta einhverja frekari umfjöllun fótbolta, svona aðalega á Norðurlandi. Þó að fótbolti sé sem ekki tæmandi umfjöllunarefni þegar lengra líður á þetta. Svo við ræddum bara heila kvöldstund hvað við ætlum að gera og svo hægt og rólega byggðum við svo í kringu það og byrjuðum svo í byrjun júní. Já, þegar við hugsaðum, pælingi var hvað bara vanta meira umfjöllun fótboltinn hérna á Norðurlandi og alltaf fullt af svona hlaðvörpum og annað, fyrir sunnan og svoleið, og mér fannst að þeir þekkja ekki jafn vel hér og fyrir sunnan, Þannig okkur fannst bara vanta svona að halda utan öll liðin hér og bara vera með góða umfjöllun. Var hlaðvarp einhvern veginn alltaf leiðin að því að þegar maður verður að horfa á þessa þætti, maður vill sjá mörk og tæklingar og aksjónir, hlaðvarpið hefur náttúrulega ekkert af því. Nei, visslega ekki, en okkur fannst það leiðin að því að hlaðvarpið er bara búin að rísa svo hátt undanfarin ár, Að fólk bara alltaf að hlusta á hvað sem er að gera, þetta sé í ræktinni eða bara heima sér að taka til og fólk vill hafa umfjöllun, en þetta er alveg ágætis punktur með mörkin og það, en bara hlaðvarpið er búið að slá rosalega mikið í gegn, Já, svona að því sögðu, þá finnst mér sjálfur mjög gaman að hlusta á hlaðvarp og það er einhver sjarmi við að samt að fá fótboltaumfjöllunina beint í æði gegnum hlaðvarp. Já, algjörlega, og eins og við tölum þá er gott að þú getur hlusta á þetta allstar. Þú getur í rauninni verið að vinna bara einhverja hefðbundna skrifstofuvinnu í rauninni í tölvunni eða svoleiðis og samt verið að hlusta á fótbolta og einhvern veginn og nota þess á sama tíma, Þú þarft ekki að vera að horfa á sjónvarpið og vera með alla athyglinna á einhverju mörkum, þó að auðvitað leiti margir í það líka. Já, þú getur alltaf fundið mörkin, núna alltaf er svo mikil umfjöllun bara á netinu, þó að segja neðri deildunum líka, bara hjá alls konar liðum. Þannig að eins og ég segi bara með hlaðvarpinu, hvað er búin að slá í gegn og bara fólk hefur gaman að þessu og við ákveðum bara þetta verið svona besta leiðin. Og þið eru báðir náttúrulega með grunn og bakgrunn í fótboltanum, þannig að þegar maður er að fjalla alltaf boltan á Norðurlandi, verður ekki að vera pínu þannig að annar kemur frá Þór og hinn frá Káa, eða hvernig það? Jú, það er best held ég, til að vera hlutlausir, en hann alltaf er Sæbjörn Þórsar og ég Káa-maður, það er bara gengið nokkuð vel fyrst okkur, Það var fínt jafnvægi, ekki? Jú, ég myndi segja og það er gott svona að geta fengið augu utanaðkomandi þá að Káa-maður sjáu það sem Þór er að gera og öfugt, og þá færðu í rauninni held ég jafnari umfjöllun og svona sanngjarnari. En þinn grunnur í boltaíþróttum, hann er ekki bara í fótboltanum? Nei, ég var í handbolta og körfubolta líka og fylgdist í rauninni með öllum íþróttum þannig að ég myndi segja að hafi verið íþróttafíkill og svo hafi það aðeins svona þröngvast niður í fótbolta, handbolta og körfubolta og fótbolta hefur verið umfjöllunarefni núna í sumar. En að því þú hefur verið bara í fótboltanum? Já, ég hef bara verið í fótboltanum frá því mann eftir mér, Þetta er meiddur núna, þetta er svona fyrsta sumari bara síðan ég var 6 ár sem ég spila ekkert, Þannig að ekki bara spila og síðan hef ég líka bara fylgst mjög mikið með, Þetta er bara áhugamál númer 1 hjá mér, Þá nærðu þið kannski að vera þessi augu á bekknum að því að þú ert ennþá inni í leiknum. Já, klálega. Svo gott að kemur það. Ég nefnilega pælingi líka með þessu var, að ég hugsaði að ég verði ekki að spila í sumar, ég veit það, þannig að ég þurfti að halda mér inn í þessu, Og þú lærir margt á þessu, bara að horfa svona á, eins og segir, frá bekknum, og fjalla þetta. Þú ert með Káa yngreflokkunum en síðan hefur þú spilað fyrir mörg lið hérna á Norðurlandi. Já, það er rétt, ég ólst upp á Káa og ég var þar bara all yngri flokka og æði sem meistaraflokki og spilaði eitthvað eins og svo fór ég til Magna og Grenivík, var þar í 1 ár, 2 ár hjá Dalvík og hefur nú verið lengst hjá KF, semst á Ólafsfirði, þegar var 4. árið þar. Er þetta ekkert mikil yfirsýn sem menn þurfa að hafa? Þetta er nú slatta leikjum þó þið séu búin að afmarka ykkur við ákveðin landshluta, það þarf að fylgjast vel með. Jú, það eru nóg að leikjum en við erum alveg hreinskilin með það, við getum ekki verið með bæði augun á öllum þessum leikjum en við reynum að taka eins mikið við getum og þá Káa og Þór fá eðlilega mesta kannski athygli frá okkur og svo KF í gegnum Atsi og svo reynum að fylgjast þess vel og við getum með hinu og þetta getur alveg verið slatta tíma sem fer í þetta en þetta er ógeðslega gaman. Já, við erum alltaf vel tengdir hérna,
Sæbjörn hefur mikið skrifað og talað leiki og ég hef spilað með þessu liðum, sko, við þekkjum mikið til, bara inn í öll liðin og þekkjum menn og svona, við fáum alveg upplýsingar þó við komumst ekki á alveg alla leikina, en það hefur bara ótrúlega hvað gengið vel að sjá bara sem flesta leiki, sko. Það bæði bara að fara á það og svo bara mjög góður aðgangur á netri. Hvað er það margir leiki sem að fara á viku? Viku? Það er alltaf að spila þétt núna, sko, við erum alveg að fara á, 5-6 leiki, Já, sko. svona samtalsmyndi ég segja það, Já, á viku, já, ég myndi segja það. Við reynum að við förum allan að minnst á 3 í hverju umferð, sko. Og svo oft 2 umferðir í viku núna, alltaf að spila þétt út á COVID, sko, ég myndi segja 6 leikir í viku sem við förum á. En það er, eins og segir, sko, þetta er eiginlega mest áhugin sem drífur ykkur áfram í þessu. Er það ekki þannig? Jú, algjörlega. Við vildum að það yrði svona bætt umfjöllun hérna knattspyrnuna á Norðurlandi og að því að það er bara það er ekkert einhvern blöðum að fletta, þú veist, eins og innkastið á fótbolta.net og Dr. Fútbol, þetta hefur svona vakið athygli fullt af fólki og við vildum bara bæta umfjöllunum einmitt liðin hér fyrir norðan og áhugin er svo samtidig staðar í okkur og við erum við viljum koma þess að okkar skoðun líka svolítið í ljós. Já, og náttúrulega bara öll umfjöllun er góð, sko, og þess vegna fannst ykkur bara vanta meiri umfjöllun hér og svo eins og segir bara, við höfum mikinn áhuga fyrir þessu. Þetta hefur bara verið mjög gaman. En þið reyna að tegja ykkur alveg niður í hvað 4. deildina, þannig að þetta eru margir leikir. Já. Já, við höfum þess að fara á 2 leiki á samherjar í 4. deildina, sko, en við erum að tala um hvað margir leikir í umferð, þetta einhverjir 7-8 á köllunum, ekki? Jú, var þetta ekki ykkur 11, ég held að það var 11 leikir ef allir liðin eru að spila, þannig. Já, 11 leikir heilt, sko, og alltaf fjöldum mestu þá leiki sem við förum á, en komum alltaf inn á hina og tökum einhverju umræðapunkta þar, sko, þessi þættir, við höfum stundum talað aðeins svo lengi, sko, við ætlum að halda okkur við klukkutíma, við höfum alveg endað í 90 mínútur stundum, sko, svona er þetta. Maður er fljótur að komast á flug þegar maður er að tala um eitthvað sem manni finnst skemmtilegt. En eins og tala um, þeir eru vel tengdir, þetta samfélag hérna á Norðurlandi, þetta er nú ekki rosalega stórt. Þið eru nú stundum að gagnrýna menn, jafnvel urða vel yfir þá. Er það ekkert erfitt að mæta svo mönnum bara út á götu og Gleiratorgi eða hvað sem það er? Sko, jú, það er alveg, getur verið erfitt, sko, en með þess að flestir hafa bara tekið vel í þetta, sko, veist. Ekki allir, við höfum fengið skilaboð sem menn hafa ekki verið sáttir, sko, en meira svona menn bara, veist, skilja það, skilju, að því við erum á leikjunum, við erum ekki bara að bulla því við fórum ekki á leikinn, skilju. Kanski sáum eitthvað, leist bara þessi gaur gerði þetta illa, skilju, og bara segjum við það, en svona heilt yfir hafa menn tekið svo vel, en bara svo ég sagði á hann, við fengið 2-3 pillur frá einhverjum mönnum, sko. Það er kannski að móta sér einhvern ákveðin ramma að maður sé ekki að nota óþarfa orð og annað slíkt þegar maður er að gagnrýna því að gagnrýni á náttúrulega rétt á sér. Já, við reynum að vera með bæði jákvæða og þá neikvæða, þú veist, þegar það á við, eða svona, að rýna til gagns þegar við höldum að sé eitthvað sem að þarf að koma fram. Einmitt eins og, það er ekkert allt of margir sem kannski horfa á jafn marga leiki og við gerum, þannig að ef það er eitthvað sem við tökum sérstaklega eftir, þá reynum að koma því að framfæri hvort sem það er jákvætt en eitthvað. Já, og okkur finnst við náðast að fjalla nokkuð jaft þetta allt, skilur, þú veist, þegar K gengur illa, þá hraunum við þá, fattur, eða gengur vel, þá tölum við vel á það og þessu bara með KF, ég er ennþá leikmaður en ég alveg leit alveg heyra þarna í byrjun þegar byrjuðu illa, sko, en núna að vera að spila mjög vel og alltaf bara tölum við vel á þá, þannig að mér finnst ég ná að halda þessu bara fína jafnvægi, sko. Og hvernig það er að þegar þú ert að sko, taka þitt eigið lið og þú ert þannig inn í klefanum líka og þetta getur ekki alltaf verið vinsælt. Nei, kannski ekki, sko. Þeir hafa nú bara tekið svingt af því að heiltið finnst þeim bara skemmtilegt að sé umfjöllun. Það hefur aldrei verið svona mikil umfjöllun þessi lið. Við vorum bara að tala bara framistöður einstaklega leikmanna í annarri deildar, sko. Það sést ekki alls það, sko. Ég held fyrst og fremst það er bara gaman að því, sko. Svona alltaf er standa sér illa að fá einhverja pillur frá mér, sko. Það verður bara að hafa það, sko. Við erum allir vinir þarna, sko. Það fær blöð tanglaði í svörtunni bara. Já, þetta er örugglega þannig, sko. Ég fæ einhverja tæklingar þarna að ég byrja aftur. Þetta er boltinn á Norðurlandi. Hugmyndin hún ekki að vera endilega bara með fótbolta eða hvað? Hafið þið hugsað eitthvað að stækka þetta yfir í fleiri boltagreinar? Já, við erum allavega með að klála opið að einmitt fara út í handbolta og körfubolta, þá sérstaklega var hugmyndin og svo sem ekki búin að hugsa þetta eitthvað víðar endilega en það og það eru náttúrulega Þór og Káa eru núna með handboltaliði í efstu deild og Þór í körfunni og Tindastóll í körfunni. Við höfum svolítið verið að vinna þetta frá Sauðárkróki út á Húsavík, vestur í austur, sko. Þannig að það er alveg eitthvað í þessu, einhverjum möguleikar opnir fyrir veturinn þegar fótboltinn er búinn í þessu. Já, klálega bara svona að segja, það er fínt að hafa hana möguleika opinn, sko. Það er svona,
skýrðu þetta líka boltinn á Norðurlandi til að halda þessu opnu, sko. Þannig að það er aldrei vita hvað verður í framhaldinu. En eins og akstur og annað sem þið er ekki á okkur, ég meina, þið er ekkert að fá þetta greitt neitt, þetta greiðið bara eigin vasa. Já, það er rétt, sko. Við bara greiðum út eigin vasa, sko, og við náumst einhvern veginn að tengja þetta, sko. Kannski er hann að fara á Grenivík að skrifa fyrir fótbolti.net, skilur, og meðan er ég kannski á KF og þá bara fer ég með liðinu, skilur, þannig að við náum einhvern veginn að sem ekki eða allt og miklu sjálfir, sko. Já. Og svo förum við saman og svona, það er alveg rétt, sko, en svo og það hjálpar mikið núna þegar leikur líka sýndir á sjónvarpinu, sko. Þá sjáum við, KF Þórsleiki bara leikina sem eru fyrir sunnan þar og stundum við bara önnu deildir sýnd, sko. Ég hef náð, bara leikjum á KF þannig, sko. Þannig að já, það er alveg visslega rétt, einhver akstur í þessu, sko, við reynum að halda þess aðeins niðri. Já. Já, það er frábær punktur það er komið svo mikið af þessum streymum af leikjum, þannig að það er auðveldara að fylgjast með í gegnum þau. Já, og þú veist, og við erum einhverju vafa kannski erum á vellinum og viljum sjá okkur aftur, þá er þetta aukið aðgengi af því og getum metið atriði oftar en einu sinni og oftar en tvisar ef þess þarf og þetta er ótrúlega mikil þjónusta bara fyrir all og þú veist, ég held maður trúi ekki það að hvað gæti í rauninni leynst margi bara sem bara á höfuðborgarsvæðinu sem að hafa áhuga og sjá hvað KF er að gera á móti einhverju lið sem er ekkert endilega á höfuðborgarsvæðinu. Já, ekki bara fólk, líka bara aðrið þjálfarar, sko. Þetta bara fylgjast með þessu, og horfa leiki og leikreina og svoleiðis, sko. Þannig að það er algjör snilld og svo hann tala við tölum eða erum á leiknum og svo mjög gott að sjá þetta bara eftir á betur. Ég vera bara KF-leik og fara á YouTube og sé bara, þetta var ekki eins og leit út fyrir að vera, skilur. Og þá erum við með það klárt fyrir þátt, sko. Það er bara þvílíkur lúxus að hafa þessa þjónustu, sko. Mikið þessu streymi, þetta er náttúrulega keyrt áfram af sjálfboðaliða vinnu og margir fyrirleiki á okkur er líka sjálfboðaliða vinna. Það segir manni hvað íþróttir er að gefa mönnum mikið að svona margir séu tilbúin að koma saman og fjallum þessar íþróttir í sjálfboðaliða vinnu. Algjörlega og þetta er bara ástríða fyrir leiknum og þessari íþrótt sem er svo skemmtileg, sko. Og eins og þú segir að það er margir tilbúin að gera mikið fyrir að taka þátt í þessu. Já, bara veistu við erum bara algjörir fótboltanördar og við kennum það alveg, sko, og eins og segir, þetta er bara sjálfboðavinna og veit maður aldrei hvort það opni einhverja dyr, skilur, þannig að við erum þetta alltaf á fyrirstjórni, sko. Við skuldum smá auglýsingar hérna, kíkjum í stutt hlé og höldum síðan áfram eftir það. Já, við höldum áfram í taktíkinni, við erum að ræða boltan á Norðurlandi og umhverju fjölmiðla í allri umfjöllun. Já, strákar, þið hljótu nú hafa rekist á einhverja svona sögur og annað sem að menn velta fyrir sér. Já, get ég verið að segja frá þessu? Þú veist, er þetta slúðursaga? Má ég segja þetta? Já, hvernig metið þið þetta? Já, þú veist, það hefur komið alveg svona augnablik sem að við svona eftir á hyggja hvort eigum að klippa út eitthvað eins og KF lendir í ævintýri fyrir sunnan snemma í mótinu og svoleiðis. Þetta er svona atriði hvort að þetta þurfi að koma fram og hvort það muni skaða einhvern. En svo höfum við yfirleitt bara látið að flakka oftast nær. Já, oftast látið að bara flakka og gerum ekkert meira í því, sko, en þetta er alveg rétt, sko, maður þarf alveg að passa sig og við hugsaum alveg fyrir þátt, sko, það verður umræðefni hvort við eigum að svara alveg í þetta eða ekki, sko. En oftast höfum við ekki verið að klippa mikið burt, sko. Nei. Þetta er nefnilega tölvöld frelsi að fá svona opinn mikrofón og ótakmarkaðan tíma þannig lagað til þess að tjá sig og segja sína skoðanir, þannig að maður þarf að hafa ýmislegt í huga. Já, klárlega, það er mjög opið og maður getur stundum gleyma þessu ræðan, sko. Við erum bara tveir lokuð í einhverju stúdíu, sko. Mér lögur bara að blara við félaga minn, sko. Þannig að passa að fara ekki við striki, sko. Það er margir sem, það fyrir út til svo segir og margir sem hlusta, sko. Það er svolítið öðruvísi en ef maður skrifar frétt, þá getur maður farið yfir hana, það er þetta ritskoðana og annað slíkt. Hérna í sjónvarpinu er þetta klipp eitthvað út, en í podcastinu er það nú sjaldnast þetta bara látið flakka eins og það kemur. Já, og þú veist, í rauninni einu okkar stoppar er að þetta er svona í alvöru særandi eða skadar orðspor einhvers svona að bara algjörlega óþörfu, þá sleppum við alveg klárlega. Já, við höfum ekki alveg farið þangað en við höfum ekki lent í svona, skilur, sem við höldum að við höfum sagt, eins og að segja, bara sært einhvern mjög mikið og köttað út, sko, en við höfum alveg gagnrýnt og bara höldum því náttúrulega inni, sko, fólk vil líka heyra það, ekki bara góðu hlutina, sko. Já, þarna er ákveðin lína til þess að dansa á því fólk vil líka fá þessar sláandi fyrirsagnir og fá þessar blóð, svita, tár alveg hérna alla leið. Já, það er létt, sko. Alltaf það við
tölum, það er fótbolti.net sem pikkar ofta eitthvað upp eftir hvað við segjum sko, og það bara daginn eftir er komið fyrirsögn skilur, og það getur ofta orðið einhver hörku fyrirsögn sem við gerðum okkur ekki kannski alveg grein fyrir að við höfum sagt skilur, og blæðir þetta bara svona hratt í stúdíunum sko, þannig að það þarf að passa sig. En þeir eru báðir, þú ert fjölmiðlafræði menntaður og þú að læra fjölmiðlafræði, þannig að þið eru að byggja ykkur upp grunn til þess að meta þessi atriði. Já, klálega, bara reyna að finna út bara hvað er rétt og hvað er rangt sko, og mér finnst það bara mjög góð grunnur í fjölmiðlafræðinni í HA sko. Já, og það er góðir áfangar þar inni, að rýna til gags og að sjá báðar hliðar á málum og reyna að vera ekki of hlutræður, eins og við lendum í því bara þegar við erum að tala um Þór og Káa, við þurfum að halda ákveðinni línu líka þar að tala ekki bara af ástríðurinn, það er líka að vera gagnrýni bæði jákvæð og neikvæð þar sko. Já, það er aðeins að hugsa, eins og hvað þú segir sko, ekki bara út af ástríðunni sko, en svo hinveginn þarf maður líka að passa það sko, þó eins og ég sé KF-maður, að ég sé ekki að passa mig of mikið og bara raun yfir það skilur, svo fólk myndi ekki byrja bara hann er í KF eða hann er Þórsari. Maður þarf svona að finna svolítið að jafnvægispunktin í umræðinu sko. Þetta er eiginlega auðvelt í báðar áttir, eins og með maður sjálfan, maður sjálfur svona helsti gagnrýnandi en maður getur bæði hrósinu liðið alveg í topp og líka oft rifið alveg niður í, rifið alveg niður. Já, nákvæmlega, og ég held að við sem bara að venja okkur nokkuð ágætlega það bara að tala bara það sem við sjáum sko, og reyna að leggja tilfinningar til hliðar sko. Bara ef liðið mitt er að spila illa og bara segjum við hvað er að fara úr skeið sko, en við erum ekki að hrósa bara til þess að hrósa sko, það verður eitthvað að vera vel gert. Þannig að ég held að við sem að gera þetta bara nokkuð vel þó við segjum sjálfur frá sko. Var ekkert mál að byrja? Hvernig kemur sér í aðstöðu og annað? Er þetta auðvelt? Ég hafði ákveðin aðgang að hljóðveri fyrir sunnan, þegar við tökum uppbytuna þátt í Reykjavík, þá fórum við inn í hlaðvarps stúdíó hjá fótbolta.net. Svo vorum við smá leita að aðgengi fyrir norðan, en svo römbum við inn á Róseborg og stúdíó þar sem að við höfum svona verið með mjög fínt aðgangi hingað til. Já, við alltaf tókum, eins og segir bara upp þátti fyrir sunnan og það var svona, það var ekki alveg 100% út í hvað maður var að fara. Við vorum aldrei búin að halda, vera með neitt podcast þátt eða neitt svoleið sko, en svona fljótlega eftir að við tókum upp fyrsta þáttinn og hlustuðum á hann sko, þá fannst okkur þetta bara rúla fínt sko, síðan bara eftir því sem þættirnir hafa liðið á bara meiri reynsla og þess að bara orðið nokkuð fínir í þessu sko. Tæknilegin ekkert að stríða ykkur, var það bara ekkert mál? Jú, ég segi það nú, tæknilega er ég rosalega vondur eða slæmur í þeim málum, en maður læri bara á að hlusta á sjálfan sig og hljóði bara sem þú setur út og svo lagar þau bara til og vinnur frá því og við heldum sem klárlega að sína framfærið þar sko. Já, og náttúrulega kunnum ekkert í þessu það við byrjum sko, í tæknilegin sko, bara. Ég held að það sé óhætt að segja það sko, en svona lærðum þetta bara nokkurn veginn bara as we go sko. En hvernig með undirbúningu og annað fyrir þætti, eru þið með þetta handritað mikið eða hvernig haldið þið því út? Við erum með skráð þá leiki sem við ætlum að fara yfir og svona stundum erum við með einhverja mólum þennan og hinn leik hinn og þennan leik sem við ætlum að fara yfir, en svo er það mikið til að hlusta bara hvað hinn er að segja, spyrja og fá þannig einhver umræði í gang. Já, það er alltaf svona smá ákveðin beinagrind sem við erum með og kannski þegar ég er á leikjum kannski er með 2, 3, 4 punktar sem ég vil að komi fram í þættinum, en svo bara eins og hann segir þegar við byrjum að tala og hinn spyr út í þetta og hitt og þá bara rúlar þetta þannig áfram sko, við erum ekkert með allt og mikið fyrir framan okkur en alltaf eitthvað svona, svo við segjum ekki einhverja algjöra steypu sko. En nú hafið þið bara orðin til þess að vinna með ykkur þegar þið eru að lýsa ákveðnum atvikum og annað, lendið þið ekkert í ákveðinni klemmustundum þar? Jú, það getur verið, við treystum svolítið á að við náum að lýsa kannski hvar og hvenar eitthvað atriði á sér stað, þannig að ef einhver er forvitinn að vilja sjá þetta betur þá hefur hann möguleikann á því að finna þetta einhvers staðar. Já, og bara þegar við lýsum einhver svona stóru sem gerist sko, þá lýsum við líka oft svona hvernig umhverfið var í kring fattur við, ef þessi gerir þetta á kannski viðbrögð þjálfara eða stjórnarformann eða áhorfenda og þá reynum við að koma þessu þannig eins best frá okkur eins og við getum svo fólk svona geti nokkuð við ímynda sér hvað fór fram. En þess að við töluðum á hana útvíkka þetta út á kannski körfuboltan og annað, hafið eitthvað hugsað útvíkka þetta út á Austurlandi eða annan landshluta, eða maður þá komin í hættuna að vera komið of stórt landsvæði, of mörg lið og nær þá ekki að gera þetta vel? Ég held að það sé alveg hárrétt sem þú segja með að þetta sé orðið það of stórt vegna þess að þá erum við að tala um einhverja, að þegar við viljum sjá það sem við erum að fjalla þá erum við að tala um svolítið talsverða keyrslu
eða þá talsvert fleiri tíma fyrir framann einhvern skjá þar sem þú ert að horfa á upptöku að einhverju. Þannig að eins og í þessari mynd sem við erum núna, þá erum við ekkert að velta því fyrir okkur. En hvað með kvennaknattspyrnu? Þú veist, hafið þið eitthvað verið að skoða það? Er erfiðara að fjalla kvennaknattspyrnu? Fyrir mitt leyti finnst mér það, en þetta snýst svona frá minni hlið, snýst þetta svolítið að segja í rauninni bara það sem þú upplifar. Ef þú ert einhverju, það er oft talað einhverju svona búblur, það vinsælt í dag að tala það, ef þú heldur þér inn í því og ert ekki að segja, ef þú þorir ekki að segja eitthvað, þá ertu rauninni ekki að gera neinu gott, því að þá heldur þessu bara í sömu búblunni. Ef við viljum að þetta stækki og viljum bætta umfjöllun, þá verðum við að segja það sem okkur finnst og einmitt rýna til gags, bæði jákvætt og neikvætt. Þegar okkur finnst það alveg eins og okkur finnst skorta umfjöllun fótbolta og aðrar íþróttir á landsbyggðunum að það skorti líka umfjöllun kvennaíþróttir og hefur gert, þannig að við viljum alltaf bara fá umfjöllun þetta allt saman og nóg af henni. Já, og þú veist, ég skil alveg eins og núna því að kvennaknattspyrnan, hún er alltaf í þróun og það er alltaf markmiðið einhvern veginn að byggja upp áhugan, þá verður þú náttúrulega líka að tala svolítið jákvætt því að þú vilt ekki eitthvað vera með einhverjum þvílíka neikvæðin alltaf. Þú vilt að fólki koma á völlinn, að horfi á viðburðinn og þá nærðu því kannski í einhverja frekari umræður og áhuga á umfjöllunin þetta. Já, ég held líka að Íslandi er bara að gera mjög vel í þessu sko, með að við sögum önnur önd sko. Ég sjálfur er frá Serbíu sko, er fæddur þar og ég sjálfur er mann líka túfæðina fyrirvandi þjálfari K að tala þetta einsni. Bara kvennaknattspyrna þar, ef fólk í Serbíu heyrði það orð, þá bara var náttúrulega slegið sko. Já. Það bara, fólk þekkti þetta ekki neitt sko, bara engin umfjöllun ekkert sko. Þannig að þetta er bara á allt öðrum stalli hér sko, þó að sé fara að skána líka úti sko. Annað umræðinu sem ég stundum svolítið erfitt að tala eru dómarar og fjölmiðlar fá stundum á sig pillur fyrir það að vera óvægnir í þeirri umræðu. Hvernig finnst ykkur að fjalla dómgæslu? Mér finnst það fínt sko, af því að það ertu bara að setja meiri kröfur þá að þeir standa sér líka sko. Og eins og við nefndum áðan bara líka með upptökur annars sko, nú bara ef þeir bara gera rækilega í buxurnar sko, þá bara þetta komið út allt og þau eru nafngreindir og allt það sko. Þannig að mér finnst bara, þó við reynum að tala ekkert allt mikið þá, stundum hefur svolítið, umræðan hefur þróast þannig allt einhvern veginn að dómgæsla yfirtaki þætti sko, þá nefnum við alveg sko ef okkur finnst eitthvað mætti betur fara sko. Mætti hrósa þið meira? Það mætti alveg gera það klárlega. En svo þetta líka, einmitt, þeir geta alveg átt frábæra leiki og bara verið, þú veist, í rauninni, þú tekur ekkert eftir þeim inn á vellinum ef þeir eiga frábæra leiki oft. Þannig að þá kannski gleymist að hrósa þeim. En þá er oft, myndi ég halda að eins og eitthvað utanhald einhverja þætti, bara tökum Pepsi-mörkin sem dæmi, þá er eitthvað sem bendir þeim á það að dómarinn var og þá kemur þessu umræða og það er eitthvað svona utanhald sem að er verið að passa upp á held ég að hrósa þeim líka. Já, ég samlega að mætti hrósa þeim miklu meira, þetta er gífurlega erfitt starf sko. Eins og bara ég fannst hundlegilegt að dæma bara yngri flokkleiki eitthvað svoleið sko. Ég get rétt ímyndað hvernig er fyrir þess að menn sem er að dæma bara meistaraflokksleiki og hvað þá í neðri deildinni, það er oft mikil hiti og harka og þú fara að heyra bara allt á milli himins og jarðar sko. Þannig að það gífurlega vanmetið starf sko. Eru fleiri svona þættir sem þið finnið að það er erfitt að tala í þessu starfi? Nei, ekkert eitthvað sem ég lendi í. Það er náttúrulega erfitt að tala það sem við sjáum ekki, þannig að við kannski förum ekki þangað þannig að við lendum ekkert mikið í því. Kannski aðra þá, bara eins og þú sagðir á hana, gaggrinn eitthvað sem þú hittir í rektinni 2 tímum seinna sko. Já. Það er svona, þá við gerum með það er svona, getur smá óþægilegt sko, en bara eins og segjum á hana, annars stendur ekki að hlusta sko, við verðum að gera það, verður hluti af umfjöllunni sko. En finnið þið eitthvað, því nú eru þið duglegir að sækja leiki, þetta er kannski ekki margt þetta meðan COVID er aðsókn á leiki og annað, þetta verður að tala um að með öllum þessum streymum þá séu auðveldara að vera bara heima og mæta ekki á völlinn með meiri podcastum, já þá geti fylgst með án þess að fylgjast með leiknum sjálfum. Er þetta á þeim stað eða erum við meira að horfa á að meiri umfjöllun, já hún dregur fleiri áhorfendur inn á leiki? Mér finnst það klárlega máli sko, að meiri umfjöllun dragi meiri áhorfendur sko og bara mér finnst mjög vel búið að vera að mæta á leiki hérna sko, allan að sem ég hef farið á sko, á Norrlandur, þó umfjöllunni sé meiri sko. Ég held miklu frekar að dragi fólk á völlin sko, því við kannski eins og með podcast sem hlustu og vilja kannski sjá fattaru þetta leið spila eða eitthvað svoleið sko, ég held að þetta fæli alls ekki fólk burt sko.
Nei, frekar það að þetta er mitt drægi fólk á völlin að sjá hvað er verið að ræða, þú veist, er ég sammála þessu eða hvernig get ég dæmt það? Jú, ég get koma og hort og sé hvað, og, þú veist, og sumir, ég hef tekið eftir þessu sjálf, ég er hrifinn að því ef ég er algjörlega ósaman einhverju skoðun í einhverjum að því að ég fekk að upplifa hana, fekk að upplifa leikinn og þess vegna, þú veist, fyrir mitt leiti reyni ég að fara á flesta leiki, sko. Hafið þið mætt á einhverja svona sérstakar gryfjur þegar þú talaði landsbyggðarvelli í sumar sem erfitt að mæta á, eða það sko bílastúkan sem flautar og annað, einhverjir svona erfiðari vellir en aðrir sem hafa verið að mæta á? Já, þú veist, sjálfur frá því, þá það Ólafsfjarðarvöllurinn, sko. Það er alvöru gryfja, sko. Það ertu bara með, eins og þú segir, bara bílana bara í kringu völlin og flauturnar og ég veit að það er mörg útilið sem bara þola ekki að mæta þarna, sko. Það er svona fyrsti völlur sem mér datt í hug, sko. Ég veit ekki hvort þú sem með einhvern annan, sko. Nei, það er engin sem einmitt kemur upp í huga nema einmitt Ólafsfjarðarvöllina því að maður sér það bara að það er öðruvísi stemning, það er svona gryfja, brekka hliðin á vellinu og þú veist, og svoleiðis stemning bara. Já, mikil saga bak við klúbbinn, alltaf gaman leifturslið, sko, sem var bara í Evrópudeild og fleira, sko, það fór ekki gjaldþrot, sko, en það er einhver andi yfir þessum stað, sko, og ég bara elska hana völl, sko. Tíminn fljótar að hlaupa frá okkur, þau erum að tala um eitthvað skemmtilegt eins og fótbolta, en það er þetta að ná ykkur hvað á öllum hlaðvarpsveitum boltinn á Norðurlandi? Já, boltinn á Norðurlandi undir fótbolti.net á öllum hlaðvarpsveitum, Spotify og svo, þú veist, bara sem ég nefnir þessi dæmi, podcast addict eða eitthvað slíkt. Já, bara mjög vel að nálgast okkur, líka ekki bara þetta, en líka bara okkur just á samskiptamönnum, við erum sérstaklega duglegir á Twitter og þar deilum við oft mörkum og fleira svoleiðis, sko, og svona alltaf öllum þáttum sem við gefum út, sko. Við höldum áfram að fylgjast með. Takk fyrir að mæta í settið. Takk áhorfendur fyrir áhorfið í þessum þætti. Við sjáumst hress í næstu viku.